Haukur, þessi geta verið stórskemmtilegur fyrir þig eða hvað? Hann var ekki skemmtilegur í 30 mínútur og hann var fínni, hann var mjög góður í 6 mínútur. Þetta var bara geðveikt að sigra á heimavelli hérna og bara verðskuldaður og mikilvægur fyrir okkur upp á framhaldið. Þessi leikur, svona, manni fekk pínu déjà vu í þriðja leikluta. Við séð það áður að þetta einhvern veginn tapið aðeins niður smá momentum í þriðja leikluta, en hvað svo? Sko, í rauninni bara hrósa þá samt. Þeir voru að koma erfiðum skrínum og setja erfið skot í þrista og hérna bara ánægðir við héldum áfram. Við bara gáfumst aldrei upp þarna og ég veit ekki hvað þetta alveg byrjar. Ég veit að þristurinn hans Pavels var risastór og hérna bara svona, síðan vorum við bara gráðum svolítið í Víkinginn sko, að gefa oss bara ekkert upp. Við þurftum að vinna þennan leik og við ætlum að gera eitthvað í þessu móti. Einhvern veginn, hérna, þessi loka possession, þú setur náttúrulega 2 frábær skot, þannig að eiginlega upp úr engu. Var kannski Helsingi í september aðeins bak við eyrað og þið ætlaðu ekki að það gerast aftur? Sko, nei, auðvitað verið gaman núna, skilju, að ég geti sagt það, skilju, ég var að hugsa back in the day hérna á Eurobasket, en nei, ég bara fannst ég þurfa að stíga upp, ég var ekki góður sóknarlega mest allan leikinn. Þeir voru að loka teignum vel, ég var ekki að ná að komast fram hjá þeim þannig séð, þetta hefur bara hjálp og hérna, mér langaði bara svolítið svona að stíga upp fyrir liðið og fyrir mig sjálfan sko, eitthvað framhaldið og hérna, og já, það var eiginlega eina hugsunin, við bara þurftum að vinna hann leik og öll skot þurfti að fara onni nú. Tékkland á sunnudaginn, hvað megum við búast til það? Það verður erfiður leikur, við fáum Tryggva vonandi heim núna ef hann kominn heim og hérna, þetta verður hrikalega erfiður leikur en ég verð tilbúinn og við allir held ég. Vonandi heldur Martin þessum dampi áfram sónarlega og við nokkur aðrir hérna aðeins svona stígum upp. Glæsilegt.